Góðan daginn, hjartalega velkomin í Samfylkingin í beinni. Við ætlum að ræða alvarlegt mál hér. Við fengið ríkislögreglustjóra til að ræða með mig. Ég heiti Heiða Björg Hilmisdóttir, varaformaður Samfylkingarinnar og fæ halda utan þetta spjall. Það auðvitað ótrúlega margt sem okkur langar að tala við ríkislögreglustjóra sem yfirmaður almannavarna og alls konar. En það sem við ákváðum að hafa sem aðal málefni núna væri það í rauninni ofbeldi og það auðvitað eitt af málunum sem að Samfylkingin hefur haft á stefnuskrá sinni að berjast gegn ofbeldi. Við lögðum fram margs konar tillögur fyrir síðustu alþingiskosningar. Við stóðum að því að setja á fót ofbeldisvarnarnefnd í Reykjavík. Við höfum komið á alls konar aðgerðum en hvað er nóg og síðan fáum við núna fréttir utan á heimi það að ofbeldi að aukast. Það eiginlega sama hver að tala núna sem það gott. Það UNIFEM, það UNICEF, það Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, það allir að vara við því núna að ofbeldi, það vísbendingar ofbeldi séu að aukast mjög mikið og okkur langar að heyra aðeins hjá þér. Kærar þakkir fyrir að koma, Sigríður Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri og til hamingju með embættið. Takk fyrir. Okkur langar að heyra aðeins frá þér, hvernig er staðan núna hér? Hvernig bara blasir þetta við okkur hérna? Því að nú heyrum við auðvitað mikið utan í heimi, ójöfnuður auðvitað birtist líka í því að þegar ójöfnuðurinn eykst og fátæktin þá eykst ofbeldið. Hvernig þetta á Íslandi? Sko við hefum náttúrulega verið aðeins að greina á milli tilkynntra brota og raunverulegra brota. Við náttúrulega erum alltaf að horfa á þau brot sem að rata til okkar. Og við hefum verið að gera mjög margt á Íslandi til þess að reyna auðvelda fólki að leita sér aðstoðar og fara með máli gegnum feril. Og bara sem dæmi náttúrulega hefur lögreglan verið að breyta nálgun sinni og hlusta meira á þolandann. Og reyna sem sagt að skipuleggja og þjónustuna þannig að hún sé sniðin að þolandanum en ekki þannig að fólki sem erum að þjóna þurfi að leita til okkar á okkar forsendum. Þannig að þannig í rauninni breyttum við heimilisofbeldinu. Þannig höfum við verið að reyna að breyta kynferðisbrotum til dæmis. Og það búið að gera talsvert margt eins og með tilkomi Bjarkarhlíðar í Reykjavík, Bjarmahlíðar á Akureyri, náttúrulega mjög öflugt starf saman gegn ofbeldi, mjög öflugt starf á vegum Reykjavíkurborgar. Það sem við höfum verið saman að reyna að bæta fyrir fólki í samfélaginu og allir lögreglustjórar eru sjálfsögðu að gera það. En við sáum það svona óttuðum stað því að bara eðli ofbeldissambanda þannig að hluta því að loka fólk af í rauninni og þegar þú lokast alveg inni eins og þú ert að vinna heima, þú kemst ekki út, þú hittir ekki neitt, það enginn að koma inn á heimilið, krakkarnir ekki að fara í skólan eða leikskóla og svo framvegis að þá náttúrulega eykst hættan á heimilisofbeldi. Og það hefur verið að sjá í löndunum í kringum okkur, talsvert og mjög háar tölur sem staðar. En það var fyrstum sinn var það ekki hjá okkur, samt sem áður. Og við veitum ekki alveg hverja skýringarnar eru, kannski hreinlega bara meira tilkynnt almennt. En það hins vegar að aukast núna, við sjáum það. En við getum samt ekki beinlega sagt að þetta sé, við getum staðfest að þetta sé allt saman vegna COVID, vegna þess að þetta ekkert úr takti til dæmis við árið 2018. Það var mjög mikið tilkynnt af ofbeldi það ár, á meðan 2019 var mun hagstæðara ár út frá þessum bæturum. Þannig að en við sjáum samt aukningu núna sérstaklega seinni partinn í apríl. Seinni partinn í apríl. Og börnin líka, það virðist vera að aukast mjög mikið tilkynningar út af börnum og það náttúrulega mjög jákvætt að það sé tilkynnt og að þau séu þá ekki sem sagt án bjarga. Akkurat. Það velti nefnilega fyrir sér hvort það sé jafnvel líka bara þessi aukna umræðu heimilisofbeldi því það hefur verið mjög áberandi núna umræðan það að við eigum ekki að líta framhjá því ef okkur grunnar einhver sé að vera fyrir ofbeldi. Og sérstaklega börn og ég veit að við hefum séð það í Reykjavík til dæmis, ég tók tölunar við fengum 77 tilkynningar heimilisofbeldi lögreglan í apríl en við fengum, við fáum oft það bil 20 tilkynningar börn og heimilisofbeldi í mánuði við fengum í apríl 50. Já. Og það er rosa mikið munur og það er svona eins og fólk sem meira að láta vita að þarna er barn og ég held að sé eitthvað að ganga. Og það er auðvitað frábært. Þannig að bara hrós til allra sem hafa tilkynnt það og foreldra og aðstandenda og hversum það er. En svo sjáum við líka aukningu í börn í hættu og
mann alltaf gleðst yfir því að við óttuðumst náttúrulega tilkynningar myndu detta niður af því aðalega eru það aðalega skólar sem tilkynna en núna eru það í rauninni samfélagi sem eru að tilkynna sem maður svona gleðst og ekki gleðst. Þetta myndi maður helst vilja að börn væru ekki að verða fyrir ofbeldi. En ég sá líka á höfuðborgarsvæðinu það voru þessar tölur núna stendur mjög mikil fjölgun í heimilisofbeldi þannig að þetta eru óvissutímar eða hvað? Þetta virðist svona koma aðeins seinna hjá okkur á fleiri sviðum. Til dæmis að kvennaathvarfið þar mikil ásókn núna en það var ekki í upphafi. Já. Þannig að við sjáum það tölurnar eru að aukast núna. Já. Og svo sjáum við líka til dæmis að ef við horfum á eins á Norðurlöndin að þar byrjaði fíknar að verða mjög fljótlega að hækka eftir því sem að efni fór minnkandi og við höfum ekki séð það þangað bara rétt núna. Núna allt í einu virðist vera að það sé að vera þurrð á einhverjum fíkniefnum. Þannig að það er eins og einhverjum ástæðum að það komi þetta aðeins seinna til okkar. En það er náttúrulega frábært að það sé tilkynnt. En þess að það er eina leiðin til þess að komast að því hvort það sé eitthvað í gangi eða ekki. Og að því hún nefnir líka bara umræðan heimilisofbeldi. Það er náttúrulega ótrúlega mikilvægt að tala þetta. Þetta sé ekki eitthvað sem maður þarf að skamma sín fyrir. Þetta er aðstæður sem enginn ætlar að lenda í og hefur ekkert að gera með manneskjurnar sem lendi í því, eða þolendurna. Og það bara geta verið svo flóknar aðstæður sem þú situr inn í. Þú ert að passa upp á fjölskylduna og allt gangi upp á börnin og svo framvegis. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli að það sé tilkynnt og fólki sé þá boðin aðstoð eins og þarf. En líka að það sé farið og ofbeldi sé stoppað af með tiltækum ráðum. Það er bara þess vegna verður lögreglan að koma inn í það. Akkurat, ég held að það sé nefnilega, það er svo mikil forvert líka í því að tilkynna ofbeldi bæði af því þá bregstu við og það eru þetta, ef þú fær góða aðstoð eftir að þú orðið fyrir ofbeldi þá eru þú nokkrar líkur að þið getur bara vegna mjög vel. En ef þú farið enga aðstoð þá getur þetta haft varanlega og mjög erfið áhrif á líf fólks en svo líka að stoppa því ég veit að þegar við vorum að biðja saman gegn ofbeldi verkefnið þá var lögreglan oft að segja að við komum oft á sama heimilið en það var einhvern veginn aldrei stoppað af og þar kemur félagsþjónustan svolítið sterkari inn núna heldur en var. Er það ekki? Þú myndir... Jú, klárlega, en síðustu tölur sem ég man eftir að hafa séð, ég hef ekki séð nýlega þolendakönnun, en þá var þetta kannski 6 eða 7 ofbeldisbrot búin að eiga sér stað áður en að máli kemur til okkar. Já, áður en það er fyrst hringt. Það er fyrst hringt. En síðan þegar það er hringt, þannig að gerist það þegar við fórum í samstarf með sveitafélögunum og í rauninni þannig að það fóru styrkleikar beggja fengi að njóta sín. Þannig að í staðinn fyrir að lögreglumenn væru að koma og að stilla til friðar og í rauninni leika félagsráðgjafar að passa upp á allt og alla, þá fara þeir bara í að rannsaka vettvang, rannsaka brot, gera allt sem gera þarf á staðnum og síðan koma stuðningsaðilarnir, ráðgjafarnir og barnaverndin og allir þeir koma inn og styðja þá þolenda og eða börnin. Og þetta skiptir greiðlega miklu máli, bara að byggja upp á bjargir, upp á að fá húsnæði, komast út. Og það náttúrulega steypa skiptir máli í þessu. Þú þarfst að hafa einhvern stað að fara á. Og það er náttúrulega búið að vera greiðlega mikil gróska í því. Ég meina að kvennaathvarfið náttúrulega er magnað og allir þessir sem koma að þessum málum. Og ég er að vona að við sjáum ennþá meiri þróun í þessum málflokki til lengri tíma. Það sem það verður breiðari hópur þolenda sem fær aðstöðu. En svona margt jákvætt búið að gerast en við þurfum að vera mjög vakandi og einmitt að þetta sé ekki eitthvað stigma þessu tengt, heldur bara að það séu allir á tánum. Og þá er það sem sagt í rauninni aðgangurinn af upplýsingum að fólk geti lesið sér til og sérstaklega það unga fólki sem er kannski ekki að taka upp símann. Þú veist, þau eru að skoða netið og allskyns síður og er inn í hinum og þessum appum sem við þurfum þá að koma upplýsingum inn á hvert þú átt að leita. Og síðan þarf að vera staður þar sem þú átt auðvelt með að tilkynna, auðvelt með að fá hjálp, helst bara einn. Og svo þurfum við náttúrulega að grípa málin. Og þau megi ekki bara vera að velkjast á milli eins og skopparabolti í kerfinu. Við verðum bara að grípa þau strax og fara strax saman í að leysa mál viðkomandi. Og þá fyrst og fremst og sérstaklega við börn. Það sem að málsmeðferðin getur verið allt of þung og allt of langvarandi. Og foreldrarnir kannski alltaf mikilvægt til þess að ákveða fyrir barnið sitt, hvort það megi fá stuðning og hvort það megi fara í viðtal og hvort það... Þetta er bara mjög flókið oft og þungt. Þannig að við eigum alltaf bara að fókusera á krakkan, að börnin þarna sem okkar viðskiptamenn, að finna út hvernig getum við
gert það auðveldara fyrir barnið að leita sér aðstoðar ef það er í erfiðum aðstæðum. Akkurat. Nú ég í félagsþjónustunefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og á síðasta landsþingi okkar þar þá ræddu við þessi mál. Það auðvitað frábært, ríkislögreglustjóri hefur sett út verklag það að svona eigi lögreglan að vinna þegar kemur upp heimilisofbeldi. En það ágefni að það eru mörg sveitarfélög á landinu sem að telja sig ekki hafa burði til þess að vinna með þessum hætti. Er það ekki eitthvað sem að vekur ykkur áhyggjur? Og ég hef svona verið að velta þessu fyrir mig núna þegar við vitum að það að dragast ennþá meira saman tekjur sveitarfélagana. Hversu mikilvægt myndir þú telja að þetta sé eitthvað sem að sveitarfélagin forgangs að vinna með ykkur í því að bregðast við heimilisofbeldi á vettvangi? Það náttúrulega sjónarmið þarna, eins og bara þetta með fjármagnið. Að Bretar sögðu að fyrir hvert 1 pund sem maður notaði í að ná svona 360 gráðum og sameiginlegu utanumhaldi, að þá sparaðu 6 fyrir samfélagið. Vegna þess að þú ert alltaf með eins og krakkar sem alast upp í ofbeldi, við þurfum að passa það, eða það er meiri líkur á því að þau gætu orðið þolendur eða gerendur í framtíðinni. Svo þessi ofbeldishringur er eitthvað sem þau alast upp við og verður rauninni norm í þeirra lífi. Já, þannig að hættan er svo að þau sæki eða lendi í sömu stöðu. Þannig að það er náttúrulega sjálfsög við alltaf að horfa á okkar viðkomasta hóp sem samfélag. Til þess erum við nú að borga skattana, að passa upp á þá sem áþurfa að halda, veita þjónustu og passa upp á sérstaklega börnin og þá sem eru með einhvers konar fötlun eða slíkt. Þannig að þetta er sem ég held að við séum nú öll sammála. Auðvitað er þetta gríðarlega mikilvægt. Ég þekki náttúrulega ekki rekstrarstöðu sveitarfélagana. Ég þekki bara lögregluna og þar veit ég að hafa orðið mikill viðsnúningur á síðustu árum og það var verkefni sem var styrkt af Jafnréttissjóði sem hét Byggjum brýr, brjótum múra og þar var farið land allt og tala við alla sem að þessum málum komu, farið við verklagið, ræddar hindranir og þess áttar. En það sem er náttúrulega áskorun og sem að ég var náttúrulega mjög ánægð með að Reykjavík skildi gera 2014-15 að þegar þið settu fjármagn til þess að styrkja viðbragð ykkar velferðar sviðs í þessum málum. Þannig að þess að venjulegu vinnutími í þessu málaflokki er 8-4 eða dagvinnutími í meiri viku. Það sem við erum að leggja gríðarlega áherslu á til þess að ná árangri þá verðum við að fara strax þegar broti gerist. Þannig að það er eitthvað sem heitir ofbeldishringur. Það sem er svona vaxandi spenna, síðan gerist ofbeldið, síðan kemur svona einhvers konar sáttaumleitun eða eitthvað slíkt fyrirgefningar ástand og svo kemur góði tíminn. Og það sem við höfum séð er að ástæðan fyrir að við náðum svona sjaldan málum í gegnum dómstólana og mistum í rauninni þolendurna úr samstarfi var vegna þess að það gerist atvikið og síðan bara byrjar ofbeldishringurinn að færast áfram. Og við vorum þá að fara alltaf seint inn í málið, þá verið kannski 2-3 dögum seinna þegar við ætlum að fara að rannsaka á dagvinnutíma rannsakara, þá bara mómenti horfið, þangað til næst og þetta gat endurtekið sig. Og upplifun fólksins í þessu sambandi var bara slæm. Og leið og gerindin er eitthvað búið að gerast, þá missir hann líka völdin eða hún, sem þýðir það að þetta er erfitt náttúrulega fyrir alla. Þannig að það sem við fórum að gera, okkar verklag, gengur út á það að fara þegar atburðurinn gerist og full rannsaka málið og full styrkja einstaklingin þar eins og hægt er. Þú veist, taka eins og hægt er, ég bara tryggja sönnun. Taka myndir, setja í þess vegna DNA-rannsókn ef það þarf að halda brotið þess eðlis. Bara mæta staðinn og sýna hversu alvarlegt þetta er. Já, bara fara, það koma kannski 7-8 manns inn á heimilið þitt. Já, akkurat. Þetta er ekki bara eins og þessi hringt og sér tekja á móti fólki í dyrum, þetta er alltaf rólegt hérna. Og þú serð ekkert hvað er að gerast inn í húsinu. Við erum nú bara gátlistið, þú ferð og full rannsakar öll mál. Og við höfum alveg fengið gagnrýni á okkur fyrir það að vera að rannsaka allt og mikið í minni átt á málunum. Það sem er bara ágreiningur. En það er þó betra að eyða aðeins meiri orku í það en að missa þá ekki stóra málin. Því eins og við höfum oft sagt, þetta er ekkert eitthvað smáræði, þetta er ekki eitthvað kvennaáhersla. Þetta er líf og dauði, eins og við sjáum bara það sem hefur gerst á þessu ári. Þannig að við skulum nú bara passa það, setja það forgangsraða þessum málum hátt í okkar forgangslista og það er lögreglan að gera og það er hún að gera land allt. Og það er náttúrulega 24/7, það er allir á bakvakt. Þannig að löggæslan hefur alveg burði fyrir utan það að það er
náttúrulega mikil orka sem fer í þessar rannsóknir, miklu meira en áður var. En til dæmis þær eru flestar í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu og þar ákveðin styrkur í fjöldanum og svo ekkert mál að aðstoða og það mjög gott samstarf á milli liðana, lögregluliðana land allt. Þannig að ef þið vantar aðstoð þá bara það leyst. Og það sé kannski mest í stærstu málunum. Já, þannig að þetta alveg sannarlega orðið innleitt verklag allt land og mikilvægt að sveitarfélögin komi sterk inn og haldi þessar. Ég veit að það hafa verið bakvaktir í einhverjum sveitarfélögum sem eru ekki launaðar. Það eru duglegar konur á bakvakt sem að mæta ef ofbeldi á sér stað. Það auðvitað eitthvað sem að hljótum að þurfa að breyta sem samfélag, taka þessu alvarlega og mæta staðinn strax. Því eins og þú segir, það nú líka verið rannsakað núna, Kvennaathvarfið meðal annars stóð því að Drífa Jónasdóttir rannsakaði hvernig ofbeldismenn eru. Þeir geta nú verið alls konar og oft mjög sjarmerandi og góður og allt það á hinum staðnum í ofbeldisríknum. Þannig að ef maður mætir ekki þegar allt í gangi, þá kannski það bara svolítið seinna. Við sjáum það bara. Og þetta byrjaði þannig, þegar við byrjaðum með þetta á Suðurnesjum, að þá fengum við í heimsókn sálfræðing frá Kalla til ábyrgðar. Já. Og hann kom og spurði hvað þið nú að gera í þessum heimilisofbeldismálum og okkur fannst við vera að gera hellingur með mjög öfluga rannsóknardeild og með blanda bæði konur og kallar og allir tóku þessu mjög vel og mjög flott fólk. Já. Svo spurði hann þessar óþægilegu spurningar. Hvað eru mörg mál að fara raunverulega fyrir dóm hjá okkur? Já. Við fórum að skoða það og þá var það mjög mörg mál sem byrjuðu og hættu. Menn þess að einhvern veginn þungin var settur á þolandan sem þurfti að kæra, þurfti að berja málið áfram. Á meðan núna í verklaginu þá það þannig að alvarlegustu málin getur vel við keyrt áfram án aðkomu þolandans. Því hann bara einfaldlega ekki í stöðu til þess að standa í þessu. Þetta kannski móðir eða faðir barnanna þeirra. Þetta bara miklu flóknara en í venjulegu ofbeldissambandi og þetta verra en í venjulegu ofbeldissambandi. Þess að segja venjulegt ofbeldi því lítið til að þetta inn á heimilinu, þetta á staðinu sem ætti að vera, eða í fjölskylduforholdinu, sem ætti að vera þinn griðastaður og þinn stuðningur. Og þess vegna verðum við að fá sveitarfélögin inn í þetta líka af því að það stuðningur sem lögreglan getur ekkert veitt. Við erum ekki þjálfuð í því og það ekki okkar hlutverk. Akkurat. Við eigum að tryggja öryggi allra og passa að réttarkerfi gangi sína réttu leið. En stuðningur með þolanda, fjárhagslegur stuðningur, sálfræðistuðningur, áfallahjálp, að krakkarnir fá sérstaka aðstoð, allt þetta, það þjónusta sem veitt af öðrum, ýmist sveitarfélögunum eða af þessum frábæru sjálfboðalega samtökum og þessum samtökum sem eru rekin án hagnaðar tilgangs. Og til dæmis bara Bjarkarhlíð sem ég get ekki hægt að dásama 500 manns sem leituðu þangað í fyrra og sumt af því hefði ekki komið til lögreglunar en enduðu í dómsmálum mjög alvarleg mál. En að þess að þar í rauninni getur leitað í allt og stundum þarftu kannski meiri styrkingu til þess að geta tekið næsta skref og svo framvegis. Og það geta alveg verið þung skref að labba inn til lögreglu. Ég held líka, þú átt nú mikinn heiður á því að Bjarkarhlíð var til og bara takk fyrir það að koma að því ég held að þetta hafi verið ótrúlega mikilvægt skref sem við tókum hana líka því að það oft svo erfitt, fólk var einhvern veginn, að hringja Kvennaathvarfið, það svolítið stórt skref finnst mörgum, stíga á móti, þetta var nú kannski ekki kynferðisofbeldi, ég ekki alveg viss, var þetta ofbeldi? Maður oft heyrt það, það að hafa svona lágþröskulda þjónustu eins og í Bjarkarhlíð, þar sem fólk getur bara að fengja að spegla, þetta ofbeldi eða ég bara eitthvað að ímynda mér, sem fólk auðvitað sjaldnast að gera, að ég held að það hafi líka bara haft svo mikið að segja, einhvern veginn að við búum til þá þess að leið svo til þessara frábæru samtaka sem að sannarlega Drekastlóð, Stígamót, Kvennaathvarfið, unni alveg ótrúlegt starf hér og nú erum við komið rótina hann inn þar sem að líka hægt að aðstoða konur sem að eru með fíknivanda sem auðvitað ótrúlega mikilvægt. Ég var svo hissa því fyrst að hvað voru margir þolendur ofbeldis með fíknivanda en svo auðvitað fattar maður að það algjörlega lógist. Fólk auðvitað að deyfa sig og reyna að komast í gegnum þann sársauka að búa við ofbeldi. En ef við förum hans yfir í börnin, af því ég veit að þú hefur haft mikinn áhuga á því, Sigríður, að einhvern veginn komið vekk fyrir að börn búi við ofbeldi og verði fyrir ofbeldi. Og þú varst með ákveð sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, ákveð verkefni, svona tilraunarverkefni þar með Hafnarfirði sem að fara að lofa góðu og við höfum mikinn áhuga á fleiri sveitarfélög að fylgjast með. Hvernig það statt og getur á einhvern hátt fylgt því eftir sem ríkislögreglustjóri? Mjög góða spurningar. Varandi hitt verkefni, það var það þannig að
sko það þarf aðeins að meta hvað á að fara til lögreglu. Einhver mál eiga bara alls ekkert að fara til lögreglu. Einhver mál eru bara mál sem fara til skólana, síðan það barnaverndin sem að hugsa kannski heildarhagsmuni, en það eiga klárlega einhver af þessum málum að fara til lögreglu. Við vildum skýra aðeins línuna betur og eins og þetta, þegar barn mæti með sömu bleiuna á mánudagsmorgni í leikskólanum eins og að fá með heim á föstudegi, þá er náttúrulega komið með vanrækslumál og það allt of fá mál að koma til okkar frá skólakerfinu. Þetta myndir þú vilja fá til lögreglu? Ég bara engin vafi. Já. Það náttúrulega bara eitthvað mjög mikið að og það getur og við þurfum bara að búa til svona þetta utanumhald. Þannig að allir aðilarnir, við séum ekki að láta aftur, sko, að láta einhver valdmörk eða mörk á þjónustu stofnunum eða félögum ráða því hvernig aðkoma okkar að barninu er. Það fyrst að skilgreina hvað það sem börnin þurfa að halda, hvernig aðkomu þurfa þau. Þannig að reyna að snúa þessu svolítið við. Þannig að ég vil sjá fleiri vanrækslumál, engin vafi og við höfum alveg heimildir í barnaverndarlögum og svo framvegis. Og ég vil líka sjá samræmda tilkynningaskyldu hjá öllum, að það sé allir að tilkynna með sama hætti og alltaf. Og það er algjörlega misskilin meðvirkni að tilkynna ekki, af því að það sé svo erfitt hjá foreldrunum með eitthvað slíkt. Þetta bara er alveg klárt hvernig lögin í landinu eru. Þannig að hugmyndin okkar var svo að setja lögreglumann að vinna með barnaverndinni. Þannig við varum ekki alltaf að tala saman á einhverjum fundum. Heldur bara að lána lögreglumann inn í þetta verkefni og láta hann svona svolítið prófa sig áfram, hvar eigum við heima, hvar eigum við ekki heima. Ekki bara hann, heldur líka fólki sem hann var að vinna með. Og svo var hugmyndin að vinna út úr því svona einhvers konar leiðbeiningarreglur. Það eru til en skerpa það á þeim og fara með þær á þá alla aðila sem eiga að tilkynna. Og síðanst reyna að dýpka samstarfið. Þannig að þú sért að orða tilkynningarnar með réttum hætti eða hvað ert að meina með að... Bara búa til, einhverja gátt. Það sem við erum að tilkynna með markvissari hætti. Allir eins, Allir eins, ekki bara sumir með þessa skoðun og aðrir með hina. Þú veist, ég er ekki að segja að sé þannig, ég er bara að segja að við viljum ekki að sé þannig. Það er auðveldara að vinna úr því. Miklu auðveldara, fyrir alla. Og þetta er rauninni mörg stig í svona málum. Fyrst er að, þú veist, að upplýsingaveitan er eitt. Rauði hnappurinn, að setja allt í gang, er annað. Þriðja er síðan að vinna málin og að þau séu gripin alveg alla leið, 360 gráður. Ekki bara þannig að ég sé að gera mitt og þú sést að gera þitt og barnið veit ekki neitt og forráðamaðurinn veit ekki neitt og svo líða mánuðirnir. Þetta er bara ekki í lagi þannig eða 5 mánaða biðtími eftir samtali í barnahúsi. Það er heldur ekki í lagi. Þannig að við þurfum að hjálpast að við að láta þetta virka. Þannig að þegar þú þarft að þjónustan okkar að halda að þá sé hún eins góð og mögulegt er. Og við í þessu, þá höfum við fyrir að skoða líka hversu mikið við ráðum við að málum. Og bara til dæmis hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefur verið greiðlega mikil vinna í að breyta ferlum og taka þessi einfaldari mál sem voru kannski að stífla kerfið, taka þau út fyrir sviga, fækka á ákærusviði málum þannig að þau geti þá verið með alvarlegustu málin. Með nákvæmlega sama hætt og barnaverndin er að vinna í því og skólarnir er að vinna í því, en að hafa lögregluna með aðkomu. Við samræmum í rauninni verklagið og pössum það að þau mál sem eru með refsiverðan þátt, þau fari til okkar. Akkurat. Og þetta var tilraunaverkefni. Átti að vera svona í 1 ár og svo komin ósk framlengingu og nú verður nýr lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu að svara því hvernig það er og hún bara finnur út úr því. Enda stofnaði, hún var eina stofnendur Bjarmalíðar fyrir norðan og hefur verið mjög virk í öllu sem tengist þolendum og verið til dæmis mjög virk í kynferðisbrotamálum, hvernig þau eiga að vera. Hlökkum til að sjá hvernig hún tekst á þetta embætti. Hún verður alveg öflug, ég get lofaði því. Og síðan sem sagt varðandi það hvernig ríkislögreglustjóraembættið þróast áfram í þessu. Þá náttúrulega á það að búa til verklagsreglur sem það gerði. Spurningin er síðan hvort við höfum við þurfum að passa uppfæra það sé alltaf bestu reglurnar og það sé fylgst vel með. Og ég sé embættið kannski vera að þróa sig svolítið inn á þetta svið. Við erum aðeins með smá tilraunaverkefni núna, sjá hvort greiningadeild ætti kannski að búa til greiningaskýrslur um stöðu ofbeldis gegn fötluðum. Við erum að nýta núna og öldruðum. Við erum að nýta núna tengslafulltrúa okkar í Europol til þess að afla upplýsinga brot gegn öldruðum. Það er bara stórmál og líka fjárhagsleg brot og netbrot og allir þessi þáttur. Þannig að við erum svona bara að byrja að taka okkar fyrstu skref. Það er erfitt að taka samtölun út af COVID. Maður er búin að sitja hérna í litlu hólfi og eiga mjög sjaldan sem að maður á raunverulega bein samskipti. Svo dettur inn sumarleyfistíminn og þá svona eðli málsins samkvæmt róast allt. Þannig að ég vona því að við mætum á krafti til leiks í haust. Og verkefni okkar er þjónusta.
Það annars að operera þessar einingar sem eru fyrir landi allt, sem til að styrkja lögregluna, til þess að geta þjónusta betur borgarann og svo líka náttúrulega bara að styrkja lögregluembættin eins og þau þurfa að halda. Þannig að ég vil gjarnan að það sé bara að þau geti hringt með hvað sem og fengið það sem þau þurfa. Þannig að við þurfum að styrkja stoðþjónustuna gagnvart þeim. Og það náttúrulega nýtist mér mjög mikið í starfi að ég hef verið lögreglustjóri á Ísafirði og þar sá ég bara hvernig samfélagi virkaði. Og þar var ég mjög mikið að vinna með sáttamiðlun. Af því ég sá bara hvernig krakkarnir voru byrjuð að ögra. Þú veist, ungmennin byrjuð aðeins að fara í brot af því að stundum á hverjum tímabili getur kannski heilin ekki fullmótaður. Þú getur, bremsuna kannski virki ekki, en atvísin kom inn og hugrekkið. Og þá vorum við kannski að stoppa þau alltaf seint af. Þegar þau voru komin bara inn í kerfið. Þau fengu slegið á puttana. Svo kom þriðja brot og þá kom fangelsi. Og þú ferð ekkert út úr því auðveldlega. Út úr því ástandi. Þannig að við vildum taka þau fyrr, föstum tökum, þannig að þau skildu afleiðingar að gjörða sinna. Þannig ég verið á Ísafirði og það hjálpar alveg að hafa verið svona litlu samfélagi og sjá hvaða áhrif. Þú ert ekkert bara með brotamannin í höndunum. Þú ert með fjölskylduna, þú ert með vinina. Þetta hefur verulega áþreifanlega áhrif á samfélagið. Þannig að fjölskyldan kannski aðeins svona greinilegri í minna samfélagi þar sem þú alveg sérð Þú þarft að horfast í augu við allt sem þú gerir og ákveður. Það bara þannig. Akkurat. Það allt öðruvísi. Þú ert ekki bara í einhverju nafnleysi inn í einhverju stofnun að skrifa eitthvað bréf. Þú ert raunverulega með meðvitaður það að þú ert með fólkið í höndunum og framtíð þess. En ég held að þetta sé nefnilega eitt af því sem svo mikilvægt núna að velta fyrir sér vegna þess að ein af þessum áhrifum þessa kófs sem við erum í, COVID núna, í rauninni þessi óvissa unga fólksins með hvort þau fáu sumarvinnu, hvort þau fáu einhvern stuðning, hvað þau að gera í sumar, hvort þau geti haldið áfram í framhaldsskóla því þau hafa unnið með framhaldsskólum, ég vil til þess að fjármagna sína skólagöngu og annað, þannig ég held að við þurfum að horfa ekstra mikið á það að halda við utan börnin okkar og einhvern veginn reyna að koma þeim í gegnum þennan tíma því að við finnum nú öll fyrir því að einhvern nátt að einhver nálægt okkur hefur mist vinnuna og það svona órói og þau eru auðvitað mjög viðkvæm fyrir því. Og maður hefur kannski sérstakar áhyggjur líka þeir sem hafa kannski flosnað upp á skóla. Og fengi ákveðin stuðning þar og ákveðna festu. Og það þarf eitthvað að taka við. Þannig að það eitthvað sem við erum virkilega að velta fyrir okkar að segja ekki einhver sem við missum úr höndunum og missum sjónar af sem að við ættum að vera að styðja með einhverjum hætti eða passa upp á. Þegar verið að tala ofbeldi og ríkislögreglustjóra, nú kíkti ég á heimasíðuna í gær og sá einmitt þessa skýrslu greiningadeildar. Þetta aðalega hryðjuverk og auðvitað flóttafólk, hvort að landamæra eftirliti virki, skipulegu glæpastarfsemi. Ég hef oft undrað mig á því af hverju ofbeldismálin eru ekki, af hverju ríkislögreglustjóri ekki að greina. Nú þetta svo gríðarleg heilsufarsógn sem að konur og börn í rauninni standa frammi fyrir. Það ofbeldi. Ég sá í gær á UNIFEM að þeir voru að segja ok, COVID núna en á síðustu 12 mánuðum hefur 243 milljónum kvenna líklega verið annaðhvort nauðgað eða þær hafa verið áreittar í heiminum af einhverjum nánum aðila. Þetta einhvern veginn ekki nýtt. Ætti greiningadeild ríkislögreglustjóri ekki að einhvern veginn vera að skoða þá áhættu sem að við stöndum frammi fyrir. Konur á Íslandi, fatlaðir, aldraðir, þú nefndir það áðan. Fatlaðar konur eru auðvitað sá hópur sem að eru í allra mestri hættu en ef það tala um hvað 1 af hverjum 3 konum á lífsleiðinni, þetta auðvitað svo stjarnfræðilega stórt og mikið. Hver þín skoðun á því? Jú, eins og ég segi, við erum byrjuð að feta okkur þennan veg. En það þarf hins vegar að skýra hlutverk ríkislögreglustjóra og gagnvart lögreglustjórunum, ekki vera að ákæra hvað. Og þannig að það verður gert í haust, ég gera ráð fyrir að vera sett reglugerð. En við höfum alveg verið í samstarfi við ríkislögreglustjóra eins og verklagsreglurnar á sínum tíma sem fóru land allt. Það sem að var einu frumkvæðisverkefni á Suðurnesjum sem var síðan bara sett út land allt. Svo hafa verið svona sameiginleg verkefni eins og þegar við fórum að vinna með ungmenni í vanda sem að fara að heiman og eru þar með mjög viðkvæm. Breyttum hellingi því og það var alveg með velvilja ríkislögreglustjóra á þeim tíma. Og með einmitt þá var það fjármagna velferðarráðherra. Ég nefnilega svo ánægð með svona samstarfsverkefni þar sem þú þarft ekki að sitja og biðja eitthvað í fjárlögum. Heldur getur bara sett bjargirnar saman. Þú ert með eitthvað, ég er með eitthvað.
þetta er vandinn, hvernig getum við tekið höndum saman og mætti. Síðan getur vel verið að það þurfi eitthvað sterkara úrræði til lengri tíma. En þá erum við líka með miklu betri upplýsingar. Við erum ekki bara að fara út í óvissuna með það hvað við þurfum. Af því að við erum alltaf með takmarka skattfé sem við þurfum að vanda okkur hvað við setjum í. En ég sé alveg fyrir mér og mun alltaf sjálfsögðu svo það setja allir sitt fingrafar á embættið. Og þar með ég ekki að segja að hryðjuverkaógnin sé ekki mikilvæg eða almannavarnir. Almannavarnir hafa nú aldeilis verið lykilhlutverki í samfélaginu. Heldur betur. Síðustu mánuðum, staðið sér frábærlega. En þetta er hins vegar líka mjög brýnt. Og við sjáum til dæmis að það er ein jákvæð afleiðing líklega af COVID, kannski á snemmt að segja, en við sjáum færri kynferðisbrot tilkynnt. Sem þýðir þá að það náttúrulega hefur ekki verið nein skemmtanamenning. Kannski getum við lært eitthvað af því, kannski getum við búið okkur til nýjar samfélagslegar reglur um það hvernig við ætlum að skemmta okkur. Það er bara svona eitt sem kannski má ræða. Það er einhverja afbrotafræðinga væntanlega í þá umræðu og hvernig við getum skipulagt skemmtanalífið þannig að konur sé ekki útsettar. Þar. Akkurat. Og þar til dæmis vorum við með mjög skemmtilegt verkefni, 2 verkefni í samstarfi við Reykjavíkurborg, þegar ég var hinum megin við götuna, hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sem má alveg nefna og annað er öryggi skemmtistæðir. Með þá skemmtistöðum sem vildu axla ábyrgð og voru til dæmis að skipuleggja húsnæði sitt þannig að það væri ekki að skapast rými til þess að hagnýta sér fólk sem var undir ómiklum áhrifum eða eitthvað slíkt. Akkurat. Og svo líka Real Stars verkefni þar sem verið var að beina sjónum hótelstarfsmanna að mögulegum þolendum mansals. Það er fullt af mjög skemmtilegum og góðum og mikilvægum verkefnum að núti. En það sem mér finnst kannski vera brýnasta verkefni núna, það er að ná þeim öllum saman, að þau séu aðgengileg og sýnileg og fólk viti alltaf að öll þessi þjónusta eða hversu mikil þjónusta er sem þeim stendur til boða. Akkurat. Og það er eitt sem mig langar aðeins að koma að sem ég er bara búin að vera að hugsa, ég myndi ekki eftir áðan og það var ástæðan fyrir því að gæti verið að það væri verið að tilkynna til dæmis meira varðandi krakka er líka þessi myndbönd sem búið að vera að framleiða. Inn í skólunum, krakkarnir eru betur meðvituð rétt sinn, hvað má og hvað má ekki. Og það er verið þessari auglýsingamyndbönd, núna síðast UNICEF og ráðuneytið? Ráðuneytið, lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samstarfi við okkur og fleiri. Það er fullt af myndefni sem að nær miklu betur í gegn. Heldur en kannski einhver upplýsingar. Þannig að við þurfum kannski svolítið að horfa aftur á kúnnan þarna og reyna að markasetja betur það sem við erum að gera það aðgengilegra og vinna þvert á línur eins og við höfum svo sem við erum að reyna að gera. Ég er alveg sammála því, ég held að það er eins og Instagram reikningurinn fávitar sem er ung kona sem heldur úti, ég veit að það eru mjög margir ungir krakkar að lesa það og læra helling Þannig að þarna kemur líka þriðji geirinn, fólk sem er duglegt út í samfélaginu getur oft gert svo ótrúlega mikið gagn og er svo mikilvægt að við grípum og lyftum öðrum þó að Reykjavíkurborg og lögreglan getur líka verið ótrúlega öflug og góð og við viljum auðvitað við munum auðvitað halda áfram þessu öryggi skemmtistæðar og ég hvet alla skemmtistæðar til að taka þátt í því, það er ekki spurning, það er allir velkomnir inn í það verkefni og eins líka mansal, þetta er auðvitað hræðilegt að mansal viðgangist í íslensku samfélagi og það er einhvern veginn næstu því þannig að við getum sagt það, er það ekki, Sigríður? Ég meina mansal er staðreynd á Íslandi. Jú, það er þannig. Við fáum alltaf talsvert margar ábendingar og mál sem koma upp. Hins vegar eru þessi mál mjög erfið í rannsókn af mörgum ástæðum og við kannski þurfum að vera markvissar í okkar aðgerðum. Til þess er mansalsáætlunin og það er endalaust verið að reyna að bæta það. Þannig að fyrst er það viðbragðið og síðan þarf að tryggja öryggi þolenda og að reyna að vinna traust þeirra. Og það er ekki gert með því að bjarga fólk aðstæðum, setja það á einhvern stað og koma svo og segja, þú átt tími skýrslutöku á miðvikudaginn klukkan 10. Þetta er bara allt öðruvísi, fólk á ekki rétt, það er ekki með sjálfstæði, getur verið ógnun bakvið. Þannig að við þurfum að taka þetta öðrum tökum og þetta er ekki bara vandamál í okkur, þetta er vandamál allstar. Þannig að það sem hefur þó gerst er það að það er frábært að fá verkalýðsfélögin sterkarinn af því að við erum annars með kynlífsmarkaðinn og svo hins vegar erum við með atvinnu sem að atvinnurekendur til dæmis byggingavinna eða eitthvað slíkt þar sem það getur verið hagnýting í gangi. Þannig að og margir að vinna þessu en það er klárlega á Íslandi eins og alls þar annars þar okkur ætti ekki að vera hér. Menni við erum með kosti og gallara
allra lýðræðisríkja hérna hjá okkur, sko. Já, og því miður bara mansal í Evrópu, hræðileg staðreynd sem að lögreglan hefur einmitt með svona samtakamætti sem sýnt fram á að hérna til staðar, þannig að Nú getur selt fíknirinn einu sinni, nú getur selt sem manneskjuna oft. Já, akkurat. Og ef þú ert hérna glæpasamtök, þau eru hagnaðardrifin. Já. Þannig nú þurfum við bara að vera jafn hagnaðardrifin sem samfélag og hugsa hver króna sem við eigum í forvarnir og viðbrögð við ofbeldi. Ef hún margfaldar sexfalt, þá það ansi góð líka hérna hagnaðarleið fyrir okkur sem samfélag að fjárfesta í því, eins og þú sagðir áðan. Sko, fyrir alþingiskosningar síðast, þá var Samfylkingin með alls konar tillögur og ég veit að þú vilt nú kannski ekki hérna endilega gefa okkur einhvern fyrir þær. En auðvitað, það kom alltaf nýjar kosningar. Svona, ef að þú mætti bara velja og hvaða flokk þú væri nú að ráðleggja, hvað er það mikilvægasta núna til þess að koma í veg fyrir ofbeldi, tryggja öryggi íbúa hér, þarf að styrkja lögregluna, þarf að styrkja ef þú mætti bara ráða, hverju myndir þú breyta? Þetta rosaleg spurning. Bara svona einlétt og lítil. Já, það var náttúrulega fyrst að byrja á grunninum og segja hvað ráðum við mikið. Bara eins og við höfum verið að gera með COVID. Hvert er áfallaþolið okkar? Hvað ráða spítalarnir við mikið? Og það er þetta. Hvað ráðum við mikið af fólki, af málum og hverju þurfum við að bæta við? Þannig að ég er ekki með tölur, það er náttúrulega búið að vera í mörg áratug verið að tala að þurfa að styrkja lögregluna og svo framvegis. En hérna, ég held á móti að það eru ofboðslega margir að gera mjög flotta hluti. Og það þarf kannski svolítið að setja þetta meira á fáa sýnilega staði og að samhæfa. Ég get ekki tekið afstöðu út frá pólitík. Mér hefur fundist að það sé fólk í öllum flokkum sem vill vinna að vernd barna og ungmenna og að því að reyna að fyrirbyggja að fólk verði fyrir ofbeldi. Þannig að ég held að það sé svona gegnum gangandi. En þetta, við þurfum bara, í mínum hefur bara mjög einfalt, við þurfum að hlúa þeim sem eru í viðkomandi stöðu. Það er okkar hlutverk. Og svo náttúrulega alls kyns aðrir glæpir sem eru hættulegir, ég meina, eins og hérna, við gleymum alltaf, okkur finnst umferðareftirlit ekki nógu smart, sko. En það er samt fólk sem er að deyja í umferðarslysum og fólk sem er að örkumlast í umferðarslysum, við þurfum samt sem að framfylgja því. Þannig að það voru eftir að taka eitthvað eitt út úr. En hérna, það er samt mjög mikilvægt að þegar við horfum á skipulagða brotastarfsemi, þegar við horfum á hryðjuverk, þegar við horfum á almannavarnir, að við séum líka að horfa á ofbeldi, því að það hefur gríðarlega áhrif á bæði manneskjuna sjálfa og hennar nærumhverfi og líka bara á samfélagið. Og er kostnaðarsamt. Þannig alltaf þegar við erum að horfa á aðrar aðgerðir að hafa þetta með líka í rauninni. Klárlega. Já. Og það hefur verið vaxandi á síðustu árum. Já, akkurat. Þannig að rauninni bara meiri samhæfing nú ertu í hóp hjá ráðherra, veit ég, og þið eru hérna eins konar ofbeldisvarnarnefnd ríkisins komin í gangarna allavega einhver tíma og ég bara Veiklaharðar. Já, hlakka til að vinna með einhverjum góðum verkefnum í gegnum það. Takk fyrir. Og hérna og við verðum bara að styrkja og efla, safna saman upplýsingum og reyna að gera okkar besta til þess að tryggja öryggi íbúa hér og það er auðvitað kynbundna ofbeldi sem er mjög hugleikið. Mér finnst einhvern veginn ekki við höfum náð frábærum árangri í umferðarslysum á Íslandi. Við höfum náð að fækka dauðaslys, hvert dauðaslys er auðvitað alveg hræðilegt en auðvitað verða líka dauðaslys í heimilisofbeldi og mér finnst einhvern veginn við verða að taka núna fast utan um þetta sem samfélag að börn og konur verði ekki fyrir ofbeldi og ég veit að Samfylkingin hefur haft það mjög ofarlega á sinni stefnuskrá og við höfum unnið að þessu og ég veit að það er fólk í mörgum flokkum og öllum flokkum örglega sem er sammála okkur þannig að okkur hljóta að vera allir vegir færir en að finna og þróa bestu lausnirnar það þarf að kalla saman fjölbreyttan hóp. Og líka vegum þetta hverju er þetta að skila. Allar þessar skýrslur, allar þessar ályktanir og áætlanir og aðgerðaráætlanir. Hverju er þetta að skila? Hverju erum við að ná, hverju erum við ekki að ná, hverju þurfum við að breyta? Af því að við þurfum að vera vakandi fyrir þróunin í samfélaginu og að mæta þeim áskorunum sem þar eru. Við getum ekki bara
setja og halla okkur aftur og segja að kemur enginn til okkar eða þessi mál ekki að koma á okkar borð. Já, Af hverju eru þau ekki að koma á okkar borð? Sum mál þarf maður bara að fara og sækja og mansalið eitt af því og ofbeldi, heimilisofbeldi hefur verið eitt af því. En með því að það farin þetta stigma af, finnst mér umræðinni. Þetta ekki lengur eitthvað sem skammast þín fyrir. Bara alls ekki. Nei. Fólk frekar heilt fyrir að koma sér út úr svona sambandi og það segir reynslu sína til þess að vara aðra við. Og einmitt eins og þú segir, það engin varúðarmerking á ofbeldisfólki, Þú veist það ekki. Svo sogastu bara inn í aðstæðurnar og nú veist að ertu komin á einhvern slæmastað sem þú þarft aðstofa að koma þér út aftur. Akkurat. Þannig að það margt jákvætt búið að gerast finnst mér á síðustu árum. Og við þurfum bara að halda áfram. Já. Það séu frábært lokaorð því að já, við erum bara rétt að byrja í þessu. Ég held að síðustu árum hefur gerst ótrúlega margt og til dæmis bara þetta með að taka heimilisofbeldi svona föstum tökum alveg magnað. Hvernig við höfum breytt einhvern veginn þar og við þurfum bara að halda áfram þar. Mér finnst líka mikilvægt einhvern veginn að maður sér ekki á hver ofbeldismaður, maður sér heldur ekki hver þolandi ofbeldist, því að þó við tölum alltaf þess að jaðarstu hópa, við vitum það og við í Samfylkingunni þekkjum það að aukinn jöfnuður, hann minnkar líkur á því að fólk verði fyrir ofbeldi, bara hvers konar ofbeldi, heimilisofbeldi þar á meðal, en samt geta allir orðið fyrir ofbeldi, þannig að það fólk í öllum stöðum. Jaðarsett fólk í meiri hættu, en allir og þolendur bera aldrei ábyrgð á ofbeldi og ég hvet alla til þess að láta vita, tala við einhvern sem þú treystir, tala við lögregluna, Bjarkarhlíð, hvert sem Bjarmahlíð, alla, við erum þetta ábyrgð samfélagsins að hér verði ekki fólk fyrir ofbeldi og bara takk fyrir að koma Sigríður Björk, ævilega hlakka til að vinna áfram með þér að því að gera samfélagi betra og öruggara fyrir alla. Takk svo mjög. Takk fyrir.